Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Þá erum við hérna á Dalvík og Björgúlfur. Það er svona formlega búið að vígja hann og þú tókst það að þér. Það lítur að vera svolítið skemmtilegt að fá það hlutverk. Já, mér var mikill heiður sýndur þegar ég fékk boð að fá að nefna skipið og ég er mjög þakklát fyrir það. Hvað er þér svona efst í huga þegar að þú tekur þátt í því að þessu sinni? Bara það hvað það er mikilvægt í byggðum og bæjum landsins þegar að svona stóri hlutar gerast, þegar að koma ný skip. Ég man eftir því bara þegar ég var alveg upp á Eskifirði og síðan hef ég verið viðstödd þegar skipum hefur gefið nafn í Færeyjum, Englandi og svo síðast þegar Vilhelm Þorsteinsson kom til heimahafnar fyrir árið og þetta er alltaf alveg einstök tilfinning og sérstök hátíð. Hvað hugsarðu þú hlýtur að hugsa eitthvað svona að það verði gæfa og því vegni vel og þess háttar? Já, auðvitað, maður hugsar alltaf þannig skip að það haldi vel utan áhöfnina og komi alltaf allir heilir heim í höfn. Það er aðalatriðið. En þú lést vaða í fyrsta kasti og það tókst ekki alveg? Nei, það var bara skipulagt. Það er þannig að það á að mistekast í fyrsta kasti og svo bara í seinna á kemur það. Og þá tókstu líka gamla handboltasvingið á þetta? Ég var að reyna að herma eftir Jóa Bjarna. Já. Mér þekkti handboltaþjálfari á Akureyri og bara ég hugsaði til hans og þá tókst þetta. Að vísu var sonurinn líka í huga mér en ég held að hann hafi skorað öðruvísi mörk heldur en Jói. Jói var meira svona þriggja. En að þessu sinni varstu líka að veita styrki úr Samherjastyrknum, Já, Samherjasjóðnum. Já, Samherjasjóðurinn ákvað að nota þetta tækifæri að þessu sinni að styrkja svona hér á Dalvík. Og það var mjög skemmtilegt að bæði Dalbær og svo Björgunarsveitin fengu styrkja þessu. Og Dalbær, kannski segir okkur aðeins frá því í hvað? Já, það er bara hugsað til uppbyggingar og innviða, bæði til félagsstarfs og síðan bara alls konar praktískir hlutir sem að koma sér vel og þörf er á og líka það að hjálpa fólki við tölvur, kaupa iPada og þess slags eins og gert var á Akureyri árið og tókst vel. Já. Fyrir eldri borgarna á Dalbæ og svo Björgunarsveitin. Já, og Björgunarsveitin er ekki nýbúin eiginlega að fá góðan björgunarbát og það vantaði tæki og tól þar eins og búninga og annað slíkt. Þannig að þetta var hugsað til þess. Er þetta ekki svolítið góð tilfinning að geta gert þetta? Mjög góð, æðislega. Muntu fylgjast með svona þegar... Já, ég vil gera það. Hvernig virkar það? Það virkar bara þannig að maður fylgist með skipinu, hvernig gengur og ég er búin að hitta skipstjórann, ég hef ekki hitt hann áður. Tekurðu símtölin eða fylgistu með í appi? Ég ætla nú ekki að plaga skipstjórann áhöfnin of mikið, ég bara mun fylgjast með á minn hátt. Ég hef greiðan aðgang og upplýsingum, skulum segja það þannig. Það er rétt að vona það. Já. Takk fyrir spjallið. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.